Við ætlum aðeins að ræða Bandaríkin sem oftar hér við Rauða borðið. Vatnaskil. Við höfum upplýsingar það að ég held ég geti sagt að fleiri Íslendingar kjósa að sniðganga Bandaríkin kemur að fyrirhuguðum ferðalögum. Það er kannski ekki skrítið því við erum ekki öll velkomin til Bandaríkjanna og þetta eitt af því sem hefur sett stórar spurningar frelsi og tveir herramenn eru komnir hingað, báðir fræðimenn úr Háskóla Íslands hér á Rauða borðinu. Þeir eru báðir fyrrverandi nemendur í Bandaríkjunum, báðir prófessorar. Verið velkomnir, Rúnar Helgi Vignisson, þú ert prófessor í ritlist og Guðmundur Hálfdanarson, sagan þitt forte. Yep. Sælir. Já. Sko, það má ég að segja að upp af þessarar umræðu hér megi rekja til þess að ég rak augun í það að þú skrifaðir smá færslu á Facebook. Geturðu sagt mér aðeins af henni? Já, það þannig að það sem sagt ráðstefna sem ég hef átt aðild að og fékk til Íslands árið 2017. Hún svona flakkar svolítið á milli landa og borga innan Bandaríkjanna. Heitir Non-Fiction Now. Og hún verður haldin núna miðjan júní næst í Notre Dame háskóla í Bandaríkjanum. Og eftir að mér langaði auðvitað til þess að fara, en það átt hérna mikla aðild að þessu eins og ég segi, þannig að en þegar ég sá þessa fréttir á netinu að frönskum vísindamanni hefði verið snúið við og síminn hans skoðaður og fundist þar einhver samtöl sem að Bandaríkjastjórn hugnaðist ekki, sem voru gagnrýnin á Trump-stjórnina. Þá fór nú renna á með 2 grímur hvort ég ætti að fara að standa í þessu og svo í kjölfarið þá fór að koma fleiri sögur sambærilegar frá Bandaríkjanum og sumar enn svæsnari þar sem menn voru bara teknir og settir í einhverja búðir jafnvel í nokkrar vikur og fengu ekki að kalla í lögfræðing eða það var engin í rauninni ekkert ferli til þess að losna úr þeim búðum þannig að það var nú ekki spennandi og ég vissi náttúrulega þegar ég var búinn að skrifa þessa færslu sem var gagnrýnin að þá var þarna náttúrulega komið kannski tilefni fyrir landamæraverði til þess að sýna vald sitt þegar ég kæmi og ég var náttúrulega spenntur fyrir því að risikera andlegri og líkamlegri heilsu minni í þetta Maður náttúrulega partur af hinnum skrifandi stéttum og það alltaf sérstakt eftirlit með þeim og það getur verið hættulegt fyrir rithöfund að fara til sumra landa þannig að það má alveg búast við því að það sé skoðað en betur hjá rithöfundum. Þetta eru hættulegt fólk sem getur slysast til þess að segja eitthvað satt eða varpa einhverju ljósi á sannleikann sem menn vilja ekki sjá og þannig að mér finnst líka ég vildi bara gefa út ákveðna yfirlýsingu sem að þá kollega mínir líka í Bandaríkjanum sæju að ég ætlaði að sniðganga þetta og beita þarna þessum litlu efnahagsþvingunum af minni hálfu. Þetta sniðganga? Já, þetta eins konar sniðganga. Mér líkar ekki það sem ég sé þetta viðhorf gagnvart öðrum. Það svona svolítið búið að stilla þessu upp eins og Bandaríkin á móti heiminum einhvern veginn við erum hin og mér líkar það ekki og svo náttúrulega hefur við séð hvað verið að gera við sannleikann í Bandaríkjunum, hvernig hann orðinn eiginlega bara söluvara og sá sterkasti og ríkasti ræður yfir sannleikanum einhvern veginn og þetta svona eiginlega sannsagna ráðstefna sem er svolítið hlálegt þetta kannski ekki auðvitað þörf á að segja sannleikann í Bandaríkjunum og ég hvet mína kollega til dáða en þetta samt allt mjög tvíbent sannsagna ráðstefna í Bandaríkjunum núna. Hefur fengið viðbrögð frá kollegum þínum í Bandaríkjunum? Já, ég hefur rætt þetta sérstaklega við einn sem var reyndar að kenna hjá okkur í haust og stofnandi þessari ráðstefnu og hann skilur mjög vel mína afstöðu og í rauninni hvatti mig bara til þess að stilla þessu svona upp og vera heima. Væntanlega margir Bandaríkjamenn miður sín vegna ástandsins? Já, ábyggilega
helmingur þjóðarinnar ef ekki meira miður sín yfir þessu og það er ekki allir repúblíkanar heldur sáttir, þeir eru að púa niður sína eigin þingmenn ofta á fundum þannig þetta er sérstakt ástand og svo náttúrulega tengjast háskólarnir inn í þetta og það hefur verið gripið til ákveðna aðgerða gagnvart háskólum, þeim hótað það er alltaf aðferðin sem er notuð af þessari stjórn að það er alltaf hótað og það er því miður mjög öflug leið til þess að fá fólk til þess að hlýða Columbia háskóla, þeim þekkta háskóla var hótað að draga af þeim eða halda eftir 400 milljónum dollara sem ég held að sé eitthvað 55 miljardar íslenskra króna. Þetta er allavega stórar upphæðir og ef þeir gerðu ekki ákveðna hluti þarna tækju til í sínum ranni og svo áttur að setja sem sagt miðalda námi hjá sér, ekki miðalda, miðausturlanda námi hjá sér í einhvers konar gjörgæslu og taka til sem sagt í reglum mótmæli á háskólasvæðinu og svo þetta með antisemitisman þannig að Trump er mjög umhugað að uppræta hann greinilega og maður hélt nú þá kannski að háskólarnir í Bandaríkjunum myndu taka sig saman að andæfa þessari árás á tjáningafrelsið. Já, það er ekki gert það. Mjög veikburða andmæli en sem komið sem að eru talsverð vonbrigði finnst mér og meira segja bárust af því fréttir í gær að Columbia háskóli hefði ákveðið að gefa þarna eftir og koma til móts við Trump ríkisstjórnina þarna hvað þessi atriði varðar. En maður hefur líka séð sem að menn hvetja til þess að þessi stóru háskólar að þeir noti frekar bara sína miklu sjóði, þeir eiga alveg svakalega milljarða sjóði þessir háskólar sem einhvers konar varasjóði, endowment er sem sagt orðið sem að nota á ensku þessa sjóði og menn halda því fram að þeir myndu alveg duga til þess að komast í gegnum þetta Trump tímabil að þeir hefðu frekar átt að gera það að standa í lappirnar gagnvart Trump og með þessum hætti en auðvitað lítur þetta svolítið út eins og árás á menntakerfið og líka árás á listir og menningu það verið að draga úr þar þannig að það er eins og sé verið að reyna að sem sagt gera alþýðuna sem sagt ófróðari einhvern veginn og óupplýstari sem hefur auðvitað verið háttur víða í heiminum og minnka líkurnar á að fólk þá geri einhvers konar uppreisn og það er náttúrulega líka atlaga að vísindum og rannsóknum sem að varðar okkur öllum allan heim. Já. Guðmundur, þú hefur ekki séð þetta fyrir það sem að gerast núna fyrir nokkrum árum eða áratugum? Nei, það sem eru átt að sjá að þessi bandarísku háskólar, þessi stóru háskólar, þetta er alveg gríðarlega ríkar stofnanir og þetta er mikil apparöð, þeir eru sem sagt engaeigu, þeir eru þá stofnanir sem eru þá standað utan ríkiskerfisins, en þeir eru átt að sjá því samt að þeir eru mjög háðir fjármagni frá ríkinu. Ég man nú ekki alveg hvað stór hluti að þeirra fjármögnun kemur í gegnum þá styrki frá ríkinu sem eru þá bæði þá rannsóknarstyrki sem koma þá gegnum þessi stóru styrkjaapparöð, National Endowment of Arts og National Institute of Health og það eru þannig styrkir sem eru þá bæði fyrir þá vísindarannsóknir sem sagt þá í raunvísindum og heilbrigðisvísindum en einnig í hug- og félagsvísindum og síðan auðvitað líka alls konar samninga við ríkið þar sem til að þróa til dæmis vopnaframleiðsla og tækniframleiðsla að grunnrannsóknir þeim koma gjarnan frá háskólanum og sem að síðan eru þá notað í atvinnulífinu í allt mögulegt og þannig að þetta er þeim mjög mikilvægt og það hefur aldrei mér vitanlega áður verið með svona hvað maður segja
án þess að fela það nokkuð þá verið að nota þetta beinlínis til þess að þrýsta á háskólana til þess að gera eitthvað. Auðvitað með þessu styrkjum er verið að þrýsta háskólanum til að gera eitthvað. Það er verið að kaupa eitthvað ákveðna tegundir af rannsóknum. En það sem þarna verið að gera er að vera að taka þá rannsóknir í tækni og til, við skulum segja, 90-95% af þessum styrkjum og fara til þeirra hluta háskólastarfseminnar, fara í heilbrigðisrannsóknir, fara þá í tæknirannsóknir, það fara ekki í hug- og félagsvísindi, en það er það sem er verið að gagnrýna að bandarískir háskólar hafa verið frjálslyndastofnanir. Þar hafa verið svona ráðandi og ríkjandi svona sjónarmið sem eru þá þeim sem að núna sitja stjórnvöldum í Bandaríkjunum ekki hugleikinn. Mörguleyti verið fyrirmynd? Já, þeir hafa sem sagt, þetta er svona arfleið frá 7. áratugnum sem hefur svona haldið áfram. Bandarískir háskólar eru svona sagt róttækari gjarnan heldur en fólk er almennt. Og hafa haft frelsi til þess? Já, og þetta hefur verið gagnrýnt af hægrimönnum mjög ákveðið og þeir hafa viljað breyta þessu, en núna ásend að beita ríkisvaldinu til þess að breyta þessu og þá er að nota sem sagt peningasmöran í rannsóknir í heilbrigðisþjónustu sem eru kannski ekki mjög pólitískar, nema þá kannski svona rannsóknir á bólefnum annað slíkt, en til þess að láta háskólana sem sagt svona stýra þá þessum rannsóknum í hug- og félagsvísindum sem eru hvort ekki fá miklu peninga, og það er þetta sem við sjáum vera að gerast, og það er sem sagt dálítið áhugavert að sjá þeir sem hafa verið að kvarta yfir því á sumileyti kannski má alveg segja að það sé mér til í því að fólk hafi ekki fengið að halda fyrirlestra, fólk sem eru með skoðanir sem að þykja óæskilegar og þá gjarnan einhvers konar öfgahægri skoðanir og það er þá gjarnan þá stúdentasamtökin sem hafa staðið gegn því, hafa komið dæmi um það og ég held að það sé líka rangt, en núna verið að beita ríkisvaldinu fyrir það öfuga að hafa áhrif á það hvernig stúdentar mótmæla ákveðnum hlutum, og það finnst mér í raunverulega auðvitað mun verra því að það er verið að beita þá valdi ríkisins til þess að hafa áhrif á skoðana og það er mjög alvarlegt skref og það er það skref sem við erum að stíga núna. Þannig að það er engin umræða fyrir fram þetta, það að segja það, tökum nú umræðu tjáningafrelsið, tökum umræðu það að þegar að einhverjir svona fyrirlesara sem þykja óæskilegir fá ekki halda fyrirlestra á háskólasvæðum og reynum þá að breyta því, en það er ekki það sem er að gerast hérna og þetta er gert þannig að það er raunverulega litið á það að andmæla því sem er að gerast núna í Palestínu sem einhvers konar, bara framhald af helförinni það að mótmæla framferði Ísraels er það sama eins og að taka undir útrýmingu gyðinga. Og ef þetta er svona viðþorfið og þetta er svona upphafspunkturinn, þá erum við komin út aldrei hættulegt stig ef að þeir sem að stýra umræðinu segja að þú megir ekki á neinn hátt andmæla því sem að ríkisstjórnin er að gera í ríkisstjórnin Ísraels er að gera í Palestínu, telur það vera raunverulega, það er bannað, að þá held ég að við séum komin át aldrei álan ís. Þetta það er náttúrulega munur á því hvort að þessi þrýstingur kemur frá ríkisvaldinu eða er einhvern veginn sjálfsprottin upp úr samfélaginu og þetta hafa menn eins og segir verið mjög uppteknir af þessum þrýstingi sem að hefur verið beittur og fólk, háskólar hafa verið beittir og háskólakennarar jafnvel reknir úr störfum fyrir að vera ekki á réttri línu, en það kemur þá eins og ég segi utan að það er slaufunarmenningin sem hefur verið beitt, þannig að það er kannski ekki nýtt eins og segir að það sé þrýstingur á háskólafólk. Og þeim mun meiri ástæða til þess að spá svolítið í akademískt frelsi og hvers virði það er, og fólk nú reyndar að spá í það líka hérna á Norðurlöndum. Það var bara gerð skýrsla í fyrra sem kom út í fyrra akademískt frelsi í norrænum háskólum og þar sjá menn líka blikur á lofti og við höfum alveg séð dæmi það á undanförnum árum hvernig ríkisvaldið hefur líka reynt að hafa ákveðin áhrif inn í íslenska
háskóla hafa áhrif á nemendur í hvers konar nám til dæmis þeir fara og það hefur verið ótrúlega auðvelt fyrir þessa stjórnmálamenn að hafa viss áhrif inn í Háskóla Íslands. Þannig að við þurfum að taka þá umræðu hérna líka á hvers virði þetta akademíska frelsi. Ýmsir kollega mínir hafa kínogað sér við til dæmis að tjá sig ýmis mál á undanförnum árum þegar þessi slaufunarmenning hefur geisa þegar við má nota og ef við má skjóta inn í það eru til kannanir sem hafa mælt svona rétt 50 háskólakennara hefur sagt að þau taki ekki þátt í opinberri umræðu af ótta við afleiðingarnar. Já og það bara mjög alvarlegt sko þannig að það er þá ákveðin ritskoðun og bæling sem á sér stað og menn þori ekki að fara fram með rannsóknir og niðurstöður sem eru kannski eitthvað á skjön við annarkvort áherslur ríkisvaldsins eða áherslurnar í samfélaginu á hverjum tíma. En á sama tíma erum við markvisst hvött innan Háskóla Íslands til þess að taka þátt í samfélagsumræðunni. Gagnrýnu umræðu. Já, gagnrýnu umræðu og það er auðvitað mjög mikilvægt fyrir íslenska þjóð sem fjármagnar þetta menntakerfi og það gerir það meðal annars til þess að svona sjónarmið komist á framfæri. Já, hér hefur setið fólk, fræðifólk, fólk með doktorsgráðu sem heldur því fram að svo stund sé runnin upp að ef nemandi fær hugmynd að rannsóknarspurningu í lokaverkefni sem getur verið mjög óþægileg þá ráðleggi leiðbeinandi honum að finna nýja rannsóknarspurningu ef hún er viðkvæm þessi spurning vegna þess að það getur orðið erfitt fyrir hann að fá vinnu ef hann ætla að leita svara við þessu. Þetta er svona sjálfsritskoðun sem að, og þetta hefur áhrif á alls konar vegu, sko. Ég hætti við að fara á ráðstefnu, skilur við, þannig að það er það sem við getum gert. Það er tækið sem við búum yfir það er að mótmæla með þessum hætti. Já, borgaralegu óhlýðni, við þurfum að dusta rykið af þeirri frægu ritgerð eftir Thoreau, sko, þar sem hann talar miðja 19. öld, sko, talar borgaralegu óhlýðni og hvað hún sé mikilvæg. Ég tek nú alveg undir það. En af því að þú ert svo mikil sérfræðingur í sögunni, sko, þetta sem við erum að ræða núna, þessi upptaktur, hann er kunnulegur sem undanfari hræðilegra tíma. Já, sko, ég held að við erum að átta okkur á því að við höfum lifað á svona ákveðu góðsenskeið svona hér á Vesturlöndum. Þar sem að síðustu áratugina að vissanátt undir verndarværing Bandaríkjanna að það kerfi sem komið var upp hér á Vesturlöndum fjarri því verið gallalaust og það er verið að vinna í þetta ýmsum svona þáttum og það er eitt af því sem er svona baks við þessara deilna núna í Bandaríkjunum að það eru þarna ákveðinar, það verið að taka á ákveðnum, stinga á ákveðnum kýlum í fortíðinni sem hafa áhrif enn þann dag í dag og það er til dæmis þetta sem við erum að kalla DEI það er sem sagt það er þá Diversity, Equity, Inclusion sem er mikið bannorð, það er sem sagt þá verið að ræða að fjölbreytnina í samfélaginu að það sé þá einhvers konar jafnræði, ekki jafnrétt, heldur jafnræði og síðan að allir fá að taka þátt. Og þetta er sem sagt mikið hérna, eitt af því sem að núverandi stjórn í Bandaríkjunum verður að reyna að kveða niður. Og það sem að þarna er á bakvið er það að því er haldið fram að það séu mismunn í Bandaríkjunum sem ekki bara efnahagsleg, þetta líka þá tengist á upprunafólks og það sé við þurfa og einhvern átt að vinna í því. Þetta er alltaf viðkvæmt mál. Ég meina það er alveg ljóst að það er það, eins og til dæmis það sem að kalla affirmative action í Bandaríkjunum sem sagt að fólk var ráðið til starfa og fekk ákveðin forskot að það var af kynþáttum sem að voru svona hefðu svona hellað á í fortíðinni. Þetta er alltaf viðkvæmt og það er alveg sjálfsagt að ræða þetta, sko, en eins og þetta er núna er sem sagt má ekki ræða það að ákveðin hópar í Bandaríkjunum hafa þolað misrétti.
það má ekki ræða það að í Bandaríkjunum hafi verið þrælahald til dæmis og það hafi á einhvern nátt áhrif enn þann dag í dag á það bæði hvernig fólk hugsar og hvernig auðnum í Bandaríkjunum skipt upp. Hvað áttu við þú að segja það má ekki ræða? Já, það er það sem er kallað þessi hérna umræða svona þetta skipulega hérna hvað maður segja kynþáttamismunum sem er ómeðvituð og það er semst ekki verið að ásaka fólk það að þú ert rasisti, það er þannig sem menn skilja þetta, heldur það að það eru ákveðin svona þættir í okkar menningu sem að gera það verkum að fólk á mismunandi með og það til dæmis, það var New York Times, það var blaðamaður hjá New York Times sem að skipulaði svona ákveðið söguprósjekt sem var kallað 1619 sem fjallaði það þá einmitt sem sagt raunverulega svona mikilvægi þrælahalds í efnahagslegri uppbyggingu Bandaríkjanna alveg frá upphafi þá til að fyrstu þrælarnir koma 1619 þá til að þrælahaldi er afnumið í borgarastríðinu 1860 og ég man ekki hvernig 65 sem að því líkur og þetta er eitt af því sem að núna er verið að þetta var svo tekið upp sem kennsluefni víða í bandarísku skólum en núna er þetta algjörlega bannað. Þetta þykir vera vók og þetta má ekki ræða. Þannig að það má ekki og það er sem sagt lagt áherslu á það að ræða þrælahald að skapi svona ákveðið samviskubit og hvíti nemendur verði fyrir óþægindum. Sagan er óþægileg og hérna en eins og allt þetta þarf að ræða. Ég er ekki að segja að það er að ryðja út til dæmis klassískri menntun og breyta menntakerfinu en við þurfum að taka á því. Það er alveg ljóst að í Bandaríkjunum eiga þeir sem eru afrískum uppruna, þeir eiga erfiðar uppdráttar í bandarísku þjóðlífi almennt. Þeir eru fátækari, þeir lífa skemur og þeir eru minna menntaðir heldur en þeir sem eru öðrum uppruna. Og hversin er það? Er það vegna þess að þeir eru það er eiginlega bara tvær skýringar, annarkvort eru það þá einhver svona samfélagslega undirliggjandi samfélagsleg kerfi sem að gera það verkum að þeir eiga erfiðar uppdráttar eða þeir eru bara svona heimskir að eðlinu. Er það sem við erum að ræða að þeir sem eru með svartan húðlit að þau einhvern veginn heimskari heldur þeir sem er hvítan húðlit. Ég held að það eru bara tvær skýringar á þessu. Ef þú mátt ekki ræða þetta, þessi áhrif sem að sagan hefur á nútíman, sem fortíðin hefur á okkur núna, að þá erum við á svolítið vondum stað. Og háskólarnir eru strax byrjaðir að bregðast við þessum þrýstingi, þessu eiginlega banni við að ræða það sem að við heldum að væru heldum flest að væri framfærir, að jafna rétt fólks og þeir hafa sumir haft það sem hluta af inntökuferlinu að umsækjandinn skrifar eitthvað konar ritgerð sem að tengist fjölbreytileikanum og fjölmenningunni, Statement of Diversity og nú eru þeir semst að hætta þessu og sleppa því að láta þau fjalla þetta þannig að þetta gerist alveg ótrúlega hratt og það finnst mér svo óhugulegt því að háskólar eiga að vera griðastaður ákveðna hluta, þeir eiga hluta til að vera íhaldsamir og varðveita ákveðna menningu og þekkingu en að hluta til semst að sækja fram og það er að mér finnst alltaf óhugulegt þegar þetta gerist svona hratt og að þér virðist án þess að þeir spyrni mikið við fótum að vísu koma einhverja yfirlýsingar það að þeir ætli að halda áfram að gera öllum kleift að stunda nám svona á bakvið og maður veit ekki hvað þið gera svo í rauninni innan þeirra þegar til kastana kemur en já, þetta er umhugsunar virði og við þurfum að hafa þetta í huga líka hérna heima. Svo er þessi umskipti í orðræðu og umræðu og hvað leyfist núna sem að engum hefði dottið í huga hefði verið í lagi hjá fólki sem er kjörið af fólkinu til trúnaðarstarfa til dæmis bara svona eitt dæmi að þetta mál sem vakti mikla athygli í gærum fúskið þegar þau voru að plotta sprengjuárás á Jemen og voru alltaf bara einhverju lið út í bæ einhver blaðamaður kominn að
nú eru þeir sko, Waltz er að kalla hérna Goldberg blaðamanna úr ragg og það eru þessi sko rosalega stóru orð og meiðandi orð og bara það að vera kona, það virðist vera bara slæmt mál í dag. Þetta kynja samhengi, mér finnst það líka að vera þarna því að kemur inn á það, mér finnst það svolítið vera á bak við Trump stjórnina að þarna sem sagt kemur frambjóðandi sem að svífst einskis gagnvart konum og hefur jafnvel verið dæmdur og klagaður lögsóttur fyrir að koma illa fram gagnvart konum. Harmað hefna. Já, og það er alveg sko stór hluti bandarískra karlmanna er í einhvers konar kreppu og það gengur svo langt sko að sumir þeirra bara hverfa út úr samfélaginu einhvern veginn sko, þeir bara hreinlega finna sig ekki í samfélaginu. Þeir skamma sín líka sumir fyrir að vera karlmenn og þá þeir berskjaldaðir fyrir því þegar kemur ykkur svona sem að virðist vera mjög sterkur og segir þeim að þeir þurfi ekki að skamma sín og þeir bara að rækta sína karlmennsku og mér finnst þetta eiginlega einhvers konar uppreisn karlmennskunar líka gagnvart feminismannum sem að koma fram í þessari ríkisstjórn hans. Ég skoðaði nú hvernig ríkisstjórnin samsett hvað kynin varðar, það eru jú nokkrar konur þarna, 5 eða 6 konur held ég í ríkisstjórninni en þetta að yfirgnæfandi meiri hluta kallar samt. Eitthvað svona hluti kalla sem hefur haldið niður í sér andanum og fylgst með mjög miklum umbótum verða í jafnréttislegu tilliti og svo springur hann. Já, þetta í sjálfu sér alveg sama sömu viðbröðin og við þá kynþáttaumræðinni sko, að það verið að reyna að vinna í því að það eru svona ákveðin kerfi sem að valda því að það var kerfi þannig að konur áttu að vera heima og karlar voru út á vinnumarkaðnum. Núna það kerfi sprungið og það eru margir sem að líta á þetta sem ákveðin árás á sig. Og ég hef haldið því fram og oft og fengið stundum bátt fyrir að það sé mjög óeðlilegt að 2/3 háskólanemenda séu konur og bara 1/3 karlar. Það er eitthvað að þarna, það er eitthvað sem við þurfum að ræða og þeir ekki bara að sópa því undir teppið og það eru ekkert skrítið að smám saman eru þetta konur að taka meiri völd í samfélaginu sem það var mjög skrítið að það væri ekki ef að ár eftir ár eru 2/3 sem brautskrást úr háskólum eru konur, þá er þetta mjög eðlilegt að þeir taki yfir ef við göngum út frá því að menntun séu einhvern veginn undirstaða fyrir það að fá góð störf og annars líka. Já, svo fer þetta inn í persónulega samhengi líka. Konur verða að sjá þarna úti einhverja karlmenn sem eru verðugir makar, finnst mér, verðugir lífsförun. Nú ég ekkert að gera lítið úr sko, þeim sem að stunda eitthvað annað heldur en það sem tengist háskólamenntun. En þær verða líka, þær vilja sjálfsagt sko margar finna sér lífsförunaut sem að skilur þær. Já, og þetta er eitthvað þarna sem að það er eitthvað þarna sem að gerast sem að veldur þá þessari tilfinningum að við þurfum að berjast tilbaka, að þessi svona eitraða karlmennska sem að gengur út af það einhvern veginn að konan fari þá aftur heim og við eigum að sjá það er karlmennska að einhvern hátt vera þessi dóminerandi fígúra sko, að þetta er líka eitt af því sem er á bak við Trump og þannig að það verður fyrir honum verður það sem sagt ákveðin svona meðmæli að tala um það að grípa kynfæri kvenna, þetta sé eitthvað sem að það er vilji og þetta verður hjá sumum að þessum og maður sér þetta meira og meira, þetta er svona farið að verða í umræðinu hérna á Íslandi líka þar sem að það er verið að ráðast gegn feminisma og ráðast gegn öðru slíku með þessum sjónarmiðum að við þurfum að snúa aftur en það segir Trump, hans kjörorð er Make America Great Again og það er aldrei alveg verið ljóst, það er komið betur og betur í ljós sko hvað þetta tímabil að segja again þýðir þá að þeir mögum að fara aftur til einhvers ákveðin tíma í fortíðinni þar sem allt var í lagi
og það greinildi svona í stjórnmálum og þá var hann að líta til tímans í lok 19. aldarinnar þar sem það mikið útægslutímabil hjá Bandaríkjunum, einangrunartímabil, tollatímabil og það það svona sem hann sér svona sem eitthvað blómaskeið í Bandaríkjunum en það auðvitað ekki blómaskeið fyrir nema hluta Bandaríkjamanna og þetta eins og ég segi, sko, það þarf að ræða þessu hluti, við þurfum að þora að horfast í augun við það að það eru gerast og sem að hafa áhrif á fólk og í lýðræðissamfélagi þá ef einhver stórir hópa fólks finnst þeir vera settir utangarðs að þá kemur það fram í kosningum og Trump nýtir sér þessar svona óánægju, það sést til dæmis að því að republikanar undanfarin ár og áratugi hafa fengið mjög lítið fylgi hjá fólki af afrískum uppruna en það jókst ekkert fylgið kvenna í síðustkostningum en það var mjög mikil aukning á því að svartir karlmenn kjósi sérstaklega ungi karlmenn og það svona þessi hreyfing sem að ég held að sé mjög hættuleg og þetta ekki og ég segi oft sko að Trump spyr ofta tíðum réttar spurninga en svörin eru alröng að það eru þannig þetta líka kemur fram í því hvernig landfræðilega Bandaríkin að breytast að það sem ákveðin svæði sem að fara gríðarlega illa út úr þeim efnahagslegu breytingum sem fylgja hnattvæðingunni það ekki svarið að taka upp kolaframleiðslu aftur sko. Og það alveg ljóst og þannig að það fólk í Bandaríkjunum sem að finnst að hafa verið sett til hliðar og þetta uppreist þess en það sem að sem sagt raunverulega sem við sjá núna að Trump og Trump-stjórnin ekki hugsa þetta fólk. Nei. Þeir að hugsa það hvernig getum við beitt valdi okkar til þess að annars vera að græða meira eins og Musk. Þessir foxríku einstaklingar sem reyna að komast inn í reyna að vera ennþá ríkari og kveða niður samkeppnina og hins vegar að beita ríkisvaldinu til þess að breyta því hvernig fólk hvernig þessar stofnanir starfa. Til dæmis þá núna Trump fann að beita ríkisvaldinu til þess að fá lögfræðiskrifstofur til þess að neita að taka að sér mál sem að eru gegn ríkinu. Og það látt undan. Það lögfræðiskrifstofur sem hefur til dæmis og eitthvað nálægt því að þessum lögsóknum gegn Trump, þeim hengt. Þetta svakalegt. Og þetta og þannig verið að beita ríkisvaldinu til þess að gera þetta sko. Og það auðvitað býsna stórt skref og þannig þú spurður á hann, þetta eitthvað upptaktur eitthvað sem þekkjum. Þetta auðvitað mjög, og þeir ekkert að fela það hverju þeirra svona helsta ídeól í Evrópu. Það Viktor Orbán. Og þetta Bandaríkin miklu flóknara samfélag heldur en Ungverjaland, en Ungverjaland þannig að þar ekki lýðræði lengur. Það búið að kveða það niður með tökum ákveðin stjórnmálaafls yfir ríkisvaldinu og þá því bara einfallega beitt til þess að stýra skoðun. Þetta það sem að menn eins og Trump vilja en eins og segi, þetta svolítið flóknara. Við erum að sjá, núna sem sagt bara það svona 3 armar þessu ríkisvaldi sem eru kallar co-equal, það eru sem sagt jafn réttháir, að það sem sagt framkvæmdavaldið, það er löggjafarvaldið og síðan dómsvaldið og löggjafarvaldið núna algjörlega bara stýrt af framkvæmdavaldinu sem að stundmenn vilja bara við á Íslandi. Það stundum við rætt Þeir að reyna að ná tökum á dómsvaldinu líka sko. Það er spurning hvort hann ætlar eitthvað að hlíta því eða hvort hann fer yfir það. Og svo ráðast þeir á fjölmiðla sem aldrei fyrr. Og það svo fjórðavaldið. Upplýsingin er einnig í voða. En sko, ég nú ekki sérfræðingur í hugmyndasögu herramenn, en ég veit að við tókum tyggjóið frá þeim og popmúsíkina hluta og herinn kom og breytti hann sem miklu á Íslandi. Einhver hætt á því að, svo ég spyrir þig bara sem rithöfund að sá dagur renni upp að við hættum að gagnrýna það sem að gerast í Bandaríkjunum núna og við fengja það og við tökum bara upp sem að hætti. Já, við ekki farin að sjá, jafnvel svo lítil merki það sko, að fólk fara að tala að þessi viðskipti við Bandaríkin séu mjög mikilvæg og samskipti við Bandaríkin séu mjög mikilvæg sko og ég hef þá tilfinningunni að fólk sé ekki að segja
allt sem maður vildi segja í þessu samhengi en ég finnst nú sagan sýna að áhrif frá Bandaríkjunum koma hingað fyrr eða síðar sko. Við þýðum þau á einhvern handamáta og staðfærum þau sko. Við erum svo heppin að hafa, stundum finnst mér það sko að vera kostur að hafa annað tungumál og þurfa að þýð okkur í gegnum hlutina því að þá kannski tökum við á gegnum okkar menningu svolítið og setjum okkar mark á það en við sáum það að slaufunamenningin hún kom hingað við höfum sem betur fyrir ekki séð mikið sem sagt mikil mótmæli gagnvart háskólakennurum eða slíkt sko en ég held að þetta muni hafa sín áhrif hérna sko. Þú? Já, sko það sem er að gerast núna mjög mikla breytingar sem við vitum ekki alveg hvert leiða og hvar Íslendingar ætla að staðsetja sig í því. Það er sem raunverulega þannig að Bandaríkin að draga sig út úr Evrópu og segja bara Evrópa er bara, þið bara með ykkur og við ætlum að hætta að verja ykkur og hvað gerst með Rússland, þið verður bara að sjá það. Ísland er svona þannig mitt á milli og hvert viljum við halla okkur, það er æ meira umræði núna það að Evrópa ætla að byggja upp sitt eigið varnarkerfi sem fjá þeim er þetta bara raunverulega vörnin er fyrst og fremst gegn Rússlandi og bara sagan segir okkur að Rússar hafa haft svona ákveðna tendens til útþenslu, það hefur verið þannig og það er svona ýmislegt bendið til þess að það sé ennþá og öll nágrannaríkin eru dauðhrædd og hvernig ætla Íslendingar að taka þátt í þessu það segja sumir, já Bandaríkin mun verja okkur en ég er ekkert sko, það er alveg ljóst að Bandaríkin mun vilja ná Grænlandi og það er núna bara í umræðunni að ekki endilega mikið fögnuð í Grænlandi en þær vilja það er vegna þess að Grænland fyrir þeim eru svona ytri mörkin á því sem áhrifasvæði sem að Trump og hans lið vill að Bandaríkin séu. Ísland er fyrir utan það og Ísland hefur í sjálfur sér ekkert mjög mikla þýðingu fyrir Bandaríkin sem svona hluta þeirra varnarkerfi nema að þeir séu að hugsa að verja Evrópu. Að það sé einhvern veginn ef það er ekkert markmið þá hafur ekkert Ísland að gera. Þannig að ef við sko öll fullvalda ríki þurfum að hugsa einhvern veginn sín varnarmál. Ég meina það er bara hluti af fullveldinu og við gerum þetta bara þannig með að útvista þessu til Bandaríkjanna. Hvernig ætlum við að gera þetta í framtíðinni? Það er verið að tala að byggja upp einhvern her á Íslandi, ég er nú ekki trúa því að það muni nú. Og það er byrjuð umræðum tækifærin í háskólastarfi. Já, en hérna í sjálfu sér ekkert óeðlilegt, mér finnst ekkert óeðlilegt að menn ræði það, sko, ég meina því þetta er það sem öll ríki gera, en ég er ekkert endilega að mæla með því og það getur aldrei orðið nema þá einhvern veginn svona, já, til málamynda, það við þurfum einhvern veginn að taka þátt í einhvers konar samstarfi sem að verndar okkur hagsmuni ekki bara í hernaðmálum, heldur bara í viðskiptamálum og öðru slíku. Evrópa er svona þar er að verða mikla breytingar og það var auðvitað mjög slæmt fyrir þá að Bretar og Bretar sjá mikið eftir því núna að hvernig þeir taka þátt í því, þetta verður þá eitthvað svona kannski tvíhliða þróun, annars verður þá efnahagslega samstarf sem við tökum þátt í og síðan auki þá einhvers konar hernaðarsamstarf sem að, já, við þurfum mjög skoðst að íhuga og þetta verður umræðan í framtíðinni að eiga Íslendingar halla sér meira að Evrópu eða eiga halla sér að Bandaríkjunum. Ég sé ekki endilega mikla framtíð því að standa hér einir. Við neyðumst til þess að einhvern nátt að taka þátt í þessum umræðum hvað sem okkur finnst þar. Og ég held að sé eins og Rúnar Helgi segir, ég held að sé mjög gott að við þýðum þetta inn í okkar, ekki með því þannig að taka þetta upp þannig að við bara allt í nú fyrir að stofna einhvern her og búa til fara þá leiðina sem ég held að sé býsna gagnslaus. Þetta er mjög stór spurning að hve miklu leyti við færum fjármuni okkar úr því að auka mannvit, þekkingu, byggja upp þjónustu og vera betra samfélag. Já, sko, ég er ekkert alveg fara til hermál. Ég er ekki alveg samferður að þetta sé svona einfalt vegna þess að hernaðaruppbyggingum sér í Bandaríkjunum er
getur verið mjög, ég held að það getur verið mjög atvinnuskapandi, hún skapar tækni og annað slíkt, það ekkert þó þú setjum eitthvað aukið fjármagn í hernaðar uppbyggingu, þá ekkert endilega víst að þú þurfir að draga úr hinn, að það ekki víst. Ég held að það sé pólitíkin sem við þurfum að hugsa að þessi hernaðar uppbyggingu verður að gerast. Ef að Bandaríkin myndir dragast tilbaka, þá bara augljóst að Evrópa verður að gera eitthvað. En þá þetta einn pólitísk spurning, hvað kemur með því, sko. Nú fæ ég Kristrúnu Frostadóttur til mín á næstu dögum og ég mun spyrja hana hvort það sé hennar mat að við höfum að flýta stjórnarspurningunni aðild að ESB vegna þessara mála. Hvað finnst þér? Já, sko, ég er búin að vera Evrópusambandssinni í 20-30 ár, en ég sé alltaf leið að við höfum ekki að ganga inn í Evrópusambandinu með vilju það. Og enn það held ég að það sé ekki það sterkur vilja á Íslandi til þess að ég held að við höfum að ræða þessa spurningu og hún kemur meira og meira upp, en við höfum bara að gera það ef við teljum það að þetta sé eitthvað sem við viljum gera og meðan það ekki alveg ljóst að þetta svona 50-50 að þá held ég að það sé nú hálfgert feðaflan að vera að ganga inn í. Ekki þarf á því að flýta þessari spurningu? Já, sko, ég held að sem sagt raunverulega við verum að fylgjast með hver þróunin verður. Ég held að við verðum neitt til þess á næstu svona 5 árum að taka afstöðuna. Og ég held að við höfum að taka hana afstöðuna þá í samhengi við þær breyting sem að verða. Ef að þetta bara gengur yfir sem við höfum að gera, þá hefur EES-samningurinn sjálfur sér alveg henda okkur ákveðlega. Við höfum ekki verið neitt sem að þrýstir á okkur neitt rosalega að ganga í Evrópusambandið. Þó svo að eins og segja, ég sé fylgjandi því þá er það ekki þannig að við búum í lýðræðissamfélagi, það er bara meirihluti sem að ræður og þannig er það. En ég held að spurningin komi til með að verða óhjákvæmileg á næstu 5 árum, ef þetta heldur áfram sem horfir. En nú getur vel verið þetta sem bara eftir 2 ár verða kosningar í þinginu og þá getur vel verið þetta í Bandaríkjunum og þá getur vel verið að Trump-planar springi, sko. Þeir að flýta sér að koma sem flestu í gegn áður en að almenningsálitið breytist, sko, þannig að en við erum náttúrulega einhvern veginn föst þarna mitt á milli þessara stórvelda núna og við vitum eiginlega ekki á þessari stundu hvernig þetta mun þróast að því við höfum þurft á báðum að halda og hver er okkar nánasti bandamaður er stór spurning samtímans? Þegar upp staðir, sko, og hafi ekki Bandaríkjamenn verið að auka viðveru sína hérna á Keflavíkurflugvelli aftur á undanförnum árum svona hægt og rólega, sko, en ef við ætluðum að kannski að gefa Trump eitthvað séns, sko, þá mætti benda á að eina ástæðan fyrir þessum aðgerðum sé að bandaríska ríkið er mjög skuldsett og að mér skilst bara vaxta greiðslurnar á hverju ári séu hærri heldur en framlög til hermála. Þannig að og það er auðvitað mjög sorglegt á þessum tímapunkti í sögunni að við skulum vera að fara að herfaðast hérna aftur og eyða gríðarlegum fjárhæðum í það bæði í Evrópu og Ameríku þegar við þyrftum að setja okkar besta fólki í eitthvað allt annað sem að, bara í að bjarga jörðinni, sko, sem að það er til lítils að vera að slást hérna á jörðinni, sko, ef að það verði ekki lífskilyrði fyrir okkur hérna. Já, það er auðvitað þetta sem að þessi árás Rússlands á Úkraínu undirstrikaði að við héldum við fall múrsins að nú varum við komin inn í tíma þar sem að þessi svona hernaðar hyggja myndi væri undanhaldi og við gætum nota til dæmis þetta svigrúm til þess að byggja upp þessi samfélag í Austur-Evrópu, þar á meðal Rússland. Innrásin í Úkraínu 2014 og aftur 2022, hún eiginlega undirstrikaði að við erum ekki komin á þann staði en þá. Það er alveg ljóst að Bandaríkin hafa haldið uppi vörnum Úkraínu samt sem áður án þess að passa sig án þess að stíga það langt að fara út í kjarnorkustríð. En við erum á þessu sem sagt raunverulega á þessu svona í þessum erfiðu stöðu og það er ekki öll nágrannaríki Rússlands, Finnland, Pólland, Eystrasaltsríkin, þau eru allir algjörlega nálum að þau verið næst. Og þannig er þetta bara að þú getur ekki treyst því að
það bara, það við lítum á söguna, þá getur ekki treyst í hvort í Rússlandi eða Þýskaland, öll þessi ríki sem eru þessi aggressívu útþensluríki, að ef þú býrð nálægt þeim, þá þarf þetta að búast við því að þá þarf þú einhvern nátt að byggja upp sína varnir, að þannig að það kosti eitthvað að ráðast á þig, eða það kostar ekki neitt, þá gera það bara, það kostar ekki neitt að ráðast á Danmörku til dæmis, bara tók hana. En Ísland eins og Rúnhildi segir, við erum hérna mitt á milli, við erum eigi út í hafinu, sko, þannig að Já, svo ef að Trump nær Grænlandi, þá breytast aðstæður okkar heilmikið, þá erum við allt í einu bara við hliðina á þessu mikla veldi þannig að þá alveg spurning hvernig það þróast, þau samskipti öll og sagan sýnir okkur og heila vísindina einhvern veginn að við höllum tilhneigingu til þess að halla okkur alltaf að hinum sterka og fylgja hinum sterka og vera partur af hópnum. Það eitthvað í heilanum sko bara mjög gamalt að við fáum einhverja umbun, einhver þæginda hormón sko, eða við erum partur af fjörðinni, það eitthvað að skilja okkur frá henni sem miklu hættulegra sko yfirleitt fyrir einstaklingin og hópa sko, ekki síst svona litla hópa sem mega sín lítils eins og við hérna sko. Já, það verður samt sem að rátt okkur á því að við lifum í svona skiptum heimi. Við höfum sem efnahagslega og menningarlega höfum við tengt okkur Evrópu gegnum þá Evrópussamstarfið. Hernaðarlega höfum við tengt okkur Bandaríkjunum. Þetta hefur verið sem sagt svona þessi hernaðarlegi hluti fullveldisins hefur við útvistað til Bandaríkjana, en við höfum ekki það hefur dregið úr svona okkar efnahagslegu tengsl við Bandaríkjunum miklu sterkari á kaldastríðsárum heldur en núna. Þannig en núna ef þessi hernaðarlegi hluti er semst að breytast, þannig að við verðum að velja annarkvort að það verði þá Evrópa fer að byggja upp sinn hernaðarmátt og svona sinn þá varnarmátt, eða Bandaríkjunum réttar sagt draga úr honum, að þá verðum við að velja að ef við ætlum að hafa yfirleitt eitthvað samstarf, og það getur vel verið að við erum sett upp að þessum vegg, og ef að áhrif Bandaríkjunum í Grænlandi aukast, og þá kannski bjóður okkur að vera með sér. Hvort viljum við vera með þeim eða viljum við vera með Evrópu, og það getur vel verið að Evrópa þróist bara í sömu átt og Bandaríkin, þannig að það verði svo sem ekkert heldur neitt sérstaklega fýsilegu kostur, því að ef Le Pen og Farage og ADF í Þýskalandi, þetta verður bara Orbanar hér og þar sko, þá er það kannski. En Trump verður bara í 4 ár og við skulum ekki gleyma því að stór hluti Bandaríkjamanna vill friðsamleg og góð samskipti við Evrópu og þannig að það er til dæmis fjöldi menntamanna þegar maður er í háskóla í Bandaríkjanum sko, þá er maður á allt öðrum stað heldur en úti í samfélaginu, og það er ákveðið leyfi þar til þess að hugsa hluti sem eru ekki hugsaðir þar fyrir utan, og stundum hefur maður reyndar áhyggjur af því að þær hugsanir fari ofta ekkert lengra sko. Þannig að, og þeir eru ekkert alltaf tilbúnir í alla samræður. Ég held að það var orðið 2 sinnum vinslit hjá mér sko, við bandaríska vini, því að þeim þótti ég of róttækur í skoðunum og ekki vilja samþykkja þessa kreddu bandaríska drauminn sem að virðist nú ekki vera að virka, og við getum sett spurningamerki líka við hvort að sé raunverulegt lýðræði í Bandaríkjunum. Ég heyrði ykkur staðar í ykkur hlaðavarpi að staðreyndin væri svo að þetta væri bara búið sko með kapitalisman, að því að hinni ríku hefði unnið. Þetta væri bara búið, og við sjáum það svolítið á þessari samsetningu þessara ríkisstjórnar í Bandaríkjunum. Þeir eru búin að éta upp samkeppnina og þeir ríku verða ríkari, þannig að þeir eru kannski komnir á svipaðan stað. Þeir voru sko áður en að bandaríska byltingin var gerð, þar sem þeir voru undir einhverjum kongi, skilur við. Og kannski sjáum við á forsíðum íslensku blaðana í dag þegar við skoðum viðbrögð kvótakongana við hóflegri auka gjaldtöku eða meira réttlæti í veiðigjöldunum. Kannski eru við líka búin að tapa
Hver veit? Ég er ekki nú djúpur á þessu hagfræði sviði til þess að geta kveðið upp úr með það sko. Átt okkur á því að Trump segist hafa unnið með sem kalluðu landslæt en það var auðvitað alls ekki sko, hann rétt marði þetta sko, þannig eins og hún Helgi segir, þetta er auðvitað mjög jafnt og ég heyrði einmitt í einu podcasti Ezra Klein sem hefur gagnrýnt mjög mikið, það var einn af þessi fyrstu talað að Biden ætti að segja ekki að bjóða sig fram að hann sagði það ef Biden hefur verið 60 þá hefði Biden unnið sko. En þetta var annars vegar viðbrögð við efnahagsástandinu að þessari verðbólgu og því sem henni fylgir og síðan það var alveg augljóst að Biden var ekki færum honum hafði hnignað mjög mikið sökum aldurs og Kamala Harris fekk einfallega ekki mikið tíma til þess að vinna sinni inn í þetta svo framboð. Þetta allt saman hvað spurningar sem auðvitað litlu máli skipta en það eina sem máli skiptir hér er það að Trump hefur ekkert endilega neitt gríðarlega það verður ekkert gríðarlega svona, hvað maður segja, þolinmæði með það ef þetta verðbólgan fer til dæmis ekki að minnka eða vera jafnvel aukast þegar að stofnanir hætta að virka alvinnilega vegna þess að búið að reka helmingina starfsfólkinu þegar að farið verður að hreinsa til í innflytningshverfunum og reka fólk sem er búið að búa í Bandaríkjunum sko áratugum saman og festa það rætur en eru þar ólöglega þegar að áhrif þess á ýmis störf í Bandaríkjunum sem að þetta fólk vinnur þegar kostnaðurinn við það að flytja fólk bæði þá þessi mannlegi kostnaður í því ofbeldi sem þannig kemur til með að fara fram og hinn fjárhagslegi kostnaður þegar þetta fyrir allt saman að hrúast upp þá sjáum við kannski það að þessi pólitík sem að Trump rekur er kannski ekki endilega svo sniðu en ef hún tekst að stýra umræðunni og það er það sem við gerst í bæði Rússlandi og gerist á Ítalíu líka á dagum Berlusconis að þessi menn stýrðu umræðunni að þá leifismannum mýmislega gegnum skáldskap eiginlega sko. ef að samstöðin leggst af til dæmis þá er einn af þessum andmælaröddum horfin við þurfum á þessum andmælaröddum að halda og svo er þarna hugmyndafræði á bakvið sem að bara vill í rauninni ekki sjá ríkisvaldið svona stórt og viðamikið og finnst bara velferðarkerfið í rauninni vera fyrir bara burt með þetta velferðarkerfi að því að við viljum bara geta stjórnað og haft bóðleiðirna styttri og allt þetta þannig að fólk að bara bjarga sér sjálft einhvern veginn sko og ekki hafa neitt öryggisnet til þess að grípa sig sko. Við höfum nýtt tíma núna síðustu klukkustund til þess að við höfum nýtt tjáningarfrelsi okkar og skoðanafrelsi nú komast við kannski ekki til Bandaríkjanna engin okkar kannski ekki mér leið svolítið þegar ég fór til New York í febrúar að það yrði í síðast skipti í svolítið langa tíma þá var einmitt ég var á Manhattan og það fór þarna bíll með svona 10 risavaxna hátalara og það var níð gegn Palestínufólki það var einhver svona áróður Ísraels manna sem er óleyfilegt að breiða út á skilt mér en það gerði enginn neitt í því þannig að það var komið samþykki fyrir því að það væri í lagi að þetta væri á þennan veginn en hefði ekki verið talið náttúrulega í lagi á hinn veginn og þannig að mér leið þannig svolítið þá eins og að Bandaríki bernsku minnar væru komin á ís, væru komin til hliðar kannski koma þau aftur Já, Bandaríkin hafa skipt okkur tvo náttúrulega mjög miklu máli sko, bandaríska menntakerfið er náttúrulega í heimsklassa ég var ekki í mínu starfi sennilega ef ég hefði ekki numið þarna í Bandaríkjunum ég er að ljúka viðtal, ég er að koma til dyrana Takk Heyrðu, strákar, ég þarf að kveðja ykkur kærar þakkir fyrir að koma hér til mín og nýta tjáningar og skoðanafrelsið. Þetta byrjaði allt á nokkrum orðum að þú sniðgengur sannsagna ráðstefnuna sem við hófum þennan þátt á en
Já, gangi ykkur vel í ykkar störfum og þið eruð að fara að kjósa rektor. Já. Spennandi. Einmitt. Upp með tjáningafrelsið. og nýtu það vel. Já. Og áhorfendur og hlustendur góðir, við höldum áfram hér með Rauða borðið eftir andartak, ekki fara langt. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.